Hérna ætla ég að fara í hvernig maður byrjar að setja námskeið upp í Moodle námsumsjónarkörinu. Þannig að maður byrjar þetta á að búa til námskeiðið, Moodle námsumhverfið í gegnum ugluna og síðan þegar maður komið námskeiðið upp að þá er þetta það þema sem tekur við manni núna og þetta stýrihjól hérna efst upp í hægra megin að maður byrjar á að fara þar inn til að skilgreina hvernig maður vill hafa uppsetninguna á námskeiðinu. Þannig að maður velur það og hérna séu það alveg fullt af möguleikum en nú ætlum við bara að skoða uppsetning en oftast notar maður í rita þegar maður er að breyta einhverju á námskeiðinu og þetta er svona heildar uppsetningin fyrir námskeiðið. Þannig að hérna er hægt að breyta nafninu en það er mæli með því að gera það ekki, halda nafninu sem er. Hvenær námskeiðið hefst, þannig að það er hægt að setja upp á stafsetningu á það. Segjum bara hérna 10. ágúst og það opnar fyrir þá 10. ágúst á miðnætti og það er alveg út önnina þannig að það hlýtur að vera til 31. desember. Það er líka 2019 og hérna setur maður þá lýsinguna á námskeiðinu, skrifar hann inn og það er bara mjög gott að taka þarna og setja lýsinguna sem er í kennsluskrá og svo hérna framsetning og maður er að velja hérna hvernig maður vill að námskeiðið birtist. Persónulega finnst mér best að vera með það sem heita fellireitir. Og hérna getur maður ákveðið hvað margir hlutar. Og auðvitað ef þetta er viku á viku, maður getur ákveðið hvort maður setja þetta upp samkvæmt þemum eða hvort maður setja upp samkvæmt vikum. Ég ætla bara að byrja með 8, ég get bara farið síðan á breytsu. Ég ætla að vera að ímynda með það að ég setja námskeið upp núna sem þemanámskeið en ekki viku. Og raunar er svo sem ekkert meira hér sem hægt er að velja. Og það er ekkert hér sem þarf að velja. Ég skilir ekki tungumál, það er hægt að segja allir hefur um þetta íslensku, allir hefur um þetta ensku. Og hvað vilt að þau sjá marga tilkynningar í einu, hvort að nemendur sjá einkunnabókina, þetta skiptir máli. Þannig að ef maður ætlar að nota einkunnabókina í Moodle þá þarf maður að hafa þetta sem já. Og já, hvað marga tilkynningar sjá í einu. Þetta er hvað, er þetta að setja inn stóra skrár, það er 1 GB er það mesta sem búður upp á, þannig að maður hefur þetta hámarkið. Þetta er hvort að nemendur geti svona skráðu að séu búnir með verkefni eða ekki. Að þetta er ef maður ætlar að vera með hópa í námskeiðinu þá getur maður sett það upp hér, en maður getur líka gert það seinna. Þannig að þetta eru bara svona íslenska og ef þú vilt að þetta komi upp í einhverju leit undir ákveðnum orðum, svona merkingum. Og hérna sjá, þetta skiptir miklu máli, hérna sýnilegt. Að meðan ég er að vinna námskeið þá vil ég fela það. Ég vil ekki að nemendur geti séð það, þannig hérna hef ég felað, þannig að leið og námskeiðið er orðið tilbúið og ég vil að nemendur sjáu það, að þá set ég hérna að ég sjá það. Þannig að nú er það undir fela. Og svo er bara vista og fara tilbaka og þá sjáu hvernig umhverfið er aðeins breyst. Að hérna er ég með svona felliglugga og get þá fara að setja upp námskeiðið hér. Og þá myndi ég bara byrja á því að fara hérna í ritam. Og svo er það bara hvernig maður skipuleggur sig og maður hefur alveg ofsalega mikið valdrunar á því. Hérna er mjög algengt að hafa efst kennsluáætlun, en það má líka hafa hana hérna undir, til dæmis námskeiðið og þá er maður með kennsluáætlun þar undir. Þannig að persónulega finnst mér, byrja ég alltaf á að hafa verkefnaskil, all verkefnin á sama stað, ég setja ekki vikur, námsmat og verkefnaskil vegna þess að það týna stundum svolítið ef maður er komið með þetta svona mjög neðarlega. Þannig að nemendum finnst gott að hafa bara allt á einu stað. Þannig ég mæli með því annarkvort að hafa þetta efst
til dæmis, ég oft með svo mikið námskeið, svona kennsluefni og alls konar, þannig að þess vegna bý ég til undir fellivali, en margir eru bara með það hérna efst. Og svo getur maður að fara að búa til hlutana og ég ætla til dæmis að láta þennan fyrsta hluta heita upplýsingalitir og annar hluta internet, upplýsingatækni á internetið. Og hérna ætla ég að vera með internet hlutana og svo framvegis. Þannig að þá ég byrjað að fara að setja hérna upp efnisþættina. Hérna geti líka haft vika 1 og 2 og 3 og 4. Þannig að það bara uppsetningatriði. Kannski upp á þetta sé svona skýrari, getur maður líka að nota númer. Þetta fyrsti þáttur. Þannig að þetta allt bara smekksmál hvernig maður vill gera þetta. Ég hef oft líka hér dagseiningar svo þau hafi þá hreinu. Ég veit ekki alveg hvernig námskeiðið byrjar. Nú ég bara að fabulera, segjum að þetta væri cirka í 2 vikur eða 10 daga. Það vantar ekki dagseiningar frá sig. Segjum þetta væri til 10. september. Að þá set ég það oft inn, þannig að þau hafa dagseiningarna líka. Mér finnst það ágætt fyrir þau. Þá kemur þetta hérna 11. september, tæki við til, segjum þetta var til 1. október og svo kolli. Og síðan þegar maður fer að setja inn í þetta, að þá til dæmis að ég ætla að setja inn kennsluáætlun, þá get ég hvort sem alltaf það að setja eitthvað undir, þá setja ég nýtt viðfangsefni eða aðföng. Og hérna get ég þá sett síðu eða skrá, þannig ef ég vildi bara hengja inn PDF skrá eða HTML skrá þá myndi ég velja þetta, en ef ég ætla að búa til HTML vefsíðu og setja kennsluáætlun þar inn, til þess bara kópur úr Word-skjali, þá myndi ég setja það hér. Og þetta það sem svona kemur fyrir þetta birta lýsing á síðunni, ef maður vill hafa eitthvað þetta á síðunni. Þannig að ég svona yfirleitt ekkert að setja mikið hér inn og hérna kemur þá kennsluáætlunin. Kennari, upplýsingar hann, hæfniviðmið og svo framvegis. Þannig að, og svo bara vist að fara aftur í námskeið og þá sjáum hvernig það lítur út og hérna kennsluáætlunin komin og þá hægt að klikka á það til að sjá kennsluáætlunina. Og svo hérna undir námsmyndaverkefnaskil segjum að ég væri hérna með eitt verkefni í fyrsta hluta námskeiðsins sem héti upplýsingalitir. Þá myndi ég búa til, ég myndi láta vilja skila því sem Turnitin, í gegnum Turnitin. Það eru 2 leiðir til að búa til skilaverkefni. Þetta svona Moodle skilaverkefnið, þetta hérna tákn. Og Turnitin önnur leið til að skila, en alveg plugin við Moodlena, þannig að nemendum finnst þeim bara raun og veru vera inni í Moodleni. Og ég, ef þetta ekki hópverkefni, einstaklingsverkefni, þá mæli ég með að nota Turnitin. En það ekki gott að nota Turnitin fyrir hópverkefni, þá betra að nota skilaverkefni, því þá getur maður skilgreint hópa og látið nemendur skila sem hóp og líka látið nemendur, þegar þú veitir endurgjöf, þá fá allir nemendur endurgjöfn á einhverjuna. Þannig að það auðvelda því að vinna sem kennari. En nota Turnitin þegar við getum. Hérna var ég með verkefni 1, sem það heitir á það, og það heitir upplýsingalitir. Hérna var ég þá með svona smá lýsing á því. Og jafnvel hvaða hæfni þau eiga að ná með verkefninu. Hérna ég með að ég leyfi annað að skilja texta eða ég skilja skjali eða þau ráði. Og oftast maður að láta þau skilja skjali, það algengast. Ef maður verður með leiðsagnamat, þá getur maður látið þau skilja einni útgáfu og annar útgáfu. Eða ef þú væri með að fyrst hlutin var kannski rannsóknaráætlun, annar hlutin bara verkefnið,
að það var gert búið til og sett upp allt í svona 5 hluta af verkefni. Ég ætla að setja 2 bara til að sýna þetta. Og síðan ég nota alltaf bara hámarkið sem hægt að skila stærstu skjölin, það skiptir ekki máli. Þetta ef það er nafnlaus, ef þú vilt að gefa fyrir nafnlaust. Ef þú vilt leyfa skil á hvaða skjali sem þá verður það já. Þannig að ef þú ætlar að láta skila vídeófæl eða ljósmynd eða einhverju slíku, að þá myndir setja já. En ef þú ætlar að láta Turnitin geta lesið textan upp á að skima textan að hvort allt sé í lagi, að þá það nei. Því þá þarf Turnitin tekur það bara við skjölum sem það getur lesið. Og það getur verið eins og í PDF. Það getur tekið einu PDF-skjal því að texta PDF-skjal, en ef það er mynda PDF-skjal sem bara skannað inn í skanna, að þá tekur hann ekki við. Þannig að nemendur geta alveg lent í vandræðum sem eru með til dæmis skömmuð skjöl, en ef þeir eru til dæmis með Word-skjal sem vistað sem PDF, þá allt í lagi. Og viltu að nemendur sjáu orginal? Já, ég vil það. Ups. Og svo þetta við ætla að setja upp hlutana. Hluti 1 og þá segjum þetta verði áætlun. Og ef þetta væri verkefnið afgreiðsla á upplýsingaleitum. Þetta er praktískt verkefni sem nemendur ættu að vinna. Og svo setjum ég hérna hvenær verkefnið á að byrja og hvenær því á að ljúka. Nú ég alveg, ég myndi hafa í lok námsþáttarins. Og þetta hvenær ég sem kennari post-it, hvenær ég sem kennari ætla að gefa fyrir. Og ég ætla að bara gefa mér, búin að ákveða að gefa mér 5 daga í þetta. Þetta er lítið verkefni, 4 daga. Þannig að þau sjá þá að hérna ætla ég að vera búin að gefa fyrir og ég vil hafa það á miðnætti. Þannig að ég ýti því alveg eins langt og hægt er. Og það er það sama hér, ég hef alltaf skilað miðnætti. Og svo myndi ég gera það sama hér, ég ætla ekki að fara í því að breyta dagsetningu núna. Segjum það að þessi áætlun, hún ætti að gelda 20% einkunni og þetta verkefni 80% og þá setið 28 Svo hérna hvort að nemendur geta skilað eftir skiladagsetningu, þar hef ég já. Og svo hvort þau geti skilað aftur og aftur og ég persónulega stil alltaf já. En þau sjá ekki samsvörunarskýrslur nema að hámarki 3 sinnum á sólarhring og svo standard repository þannig að ritgerðin eða verkefni fari inn í gagnagrunn hjá Turnitin, þannig að við séum komið með samsvörun. Og þetta hefur bara default. Þetta hvernig ég að gefa fyrir. Það er mjög rosalega gott að nota svona töflu, rúbriku, námsgrind og þá myndi það vera hér og þetta ef ég væri með, ég myndi vera með enable e-readigrammar ef ég væri með nemendur að skrifa á ensku en þetta er nei ef það er íslenska. Ups, hvert ég núna farin? Eitthvað rugla, ekki vegna þessari mús. Svo ekkert meira að vinna mig hér. Það var eitthvað sem þetta engunar. Hvað var það? Engun, hérna, ég glemdi því áðan. Að hafa það stig og 100 sem er default þegar þið farið inn. Þannig ég mæli með því. Og svo bara vista þegar maður kemur næst. Komin inn að kennsluáætlun og fyrsta verkefnið. Og svo svona bara koll á kolli vinnum með sig áfram niður. Setur inn lesefni og skipuleggur hvernig maður ætlar að hafa þetta. Og svo þegar maður vill fara úr ritam, þá fer maður hér og skrifar úr ritam og þá sér maður hvernig það lítur út. Og þá sjálfsögur hægt að setja inn einhverja myndir og skreyta þetta aðeins. Og svo getur maður alltaf farið til að sjá hvernig það lítur út fyrir nemendur, þá getur maður alltaf farið hérna í og valið að skoða þetta sem nemandi. Þá sjáum við hvernig það lítur út fyrir nemendur.